Þvílík leiðindaferð. Aldrei höfum við farið í leiðinlegri ferð og þetta síðasta ferðin okkar í þessu litla geimfari. En fúll. En gáðu það því, gróði minn, að ef hægt að finna rólegt svæði í geimnum nú á dögum eiga menn að vera kátir, ekki fúlir. En það rétt hjá þér að þetta síðasta ferðin. Það hálf dapurlegt að hugsa til þess, en hann Pésókur á að fara að stjórna orrustuflug. Og hún spá okkar á að vera næstráðandi hjá honum ef hún tekur tilboðinu sem ég gerði henni. Við verðum öll saman áfram. Og ég verð einhvers þriðja flokks vélvirki, kokkur og uppþvottavél og að fylgjast með leiðslum á minnistöðum, þvílík sóun á snilligáfum. Nú ertu farin að bulla. Þú veist vel að þú verður fullgildur félagi okkar. En hvernig litist ykkur á að skreppa aðeins í gegnum stjörnuþoku NGC 6188? Þar heilmikil málmvinnsla og nokkrar athyglisverðar plánetur. Hvernig líst þér á liðsforingi? Ég held þú ættir að spyrja sérfræðinginn okkar uppþvottavélina. Hvað segir þú, gróði? Finnum við lífið þessari stjörnuþoku? Því ekki það. Þetta stjörnuþoka sem drekkur í sig geimgeisla. Það engin merki eitraðar lofttegundir og ekki slæmar aðstæður fyrir líf. Eins og ég sagði, því ekki það. En ég myndi fara varlega í ykkar sporum. Hér mikið af smástirnum sem fara óreglulega brautir. Jæja, liðsforingi, eftir hverju þetta bíða. Skellum okkur í það. Skal gert, höfðsmaður. Ég búinn að tala við þína voldugu bandamenn okkar. Það of snemmt að segja ykkur öll leyndarmálin, en ég fullviss ykkur að þeir eru mjög öflugir. Já, mjög öflugir. Styrkur þeir eru engum fólkin í hæfni til að framfylgja skipunum. Já, þeir kunna sko að framfylgja skipunum. Ég gef skipanir og þeir framfylgja þeim mjög vel. Segja má að þeir séu jaxl í höfuð og þeir limirnir. Og megur langandi mig að gæta sín núna því nú erum við að búa undir snilldarargerðir. Framkvæmd áætlunar snillingsins, segðu það. Eins og hann segir, áætlun snillingsins. En hershöfðingi, ertu ekkert smeykur að þessi bandamenn okkar gæti snúist gegn okkur þegar við pærum þeim svo mikil völd í hendur með því að kenna þeim vísindalegar aðferðir okkar? Bull og kjaftæði! Þú gleymir því að ég er engin auli. Þeir vinna fyrir okkur, það er satt. En þeir eru bara eins og verkfæri. Við höfum gert ýmsar snjallar varúðaraðstafanir. Við vitum hvernig þetta virkar allt saman, vélarnar í geimförunum, tölvurnar, heilarnir, þeir vita ekkert það. Bara við ein. Við verðum að vona að þetta sé rétt hjá þér. Því að snúist þeir gegn okkur veit enginn hve miklum skaða þeir gætu valdið. Nú nóg komið að þessu kettlingavæli. Strax og við erum tilbúin munum við leggja undir okkur alheiminn. Þessi dularfullu bandamenn, hverjir eru það? Hvar eiga þeir heima? Það verður brátt upplýst, við fáum að vita það áður en langt líður. En þolinmóð, við fáum að vita þetta áður en langt líður. Mikli tölvufóringi, allar deildir eru nú tilbúnar að framkvæma annan hluta áætlunarinnar. Hefjið aðgerðir, framkvæmið æfinguna eins og áætlað var. Já, mikli tölvufóringi, við fylgjum skipunum þínum. Þessi stjarn er að minnst kosti 4 sinnum stærri en sólin okkar, sem betur fer ver geimríkið okkur geislumennar. Þessar plánetur virðast í heppilegri fjarlægð frá sólinni. Hér ætti líf að geta kviknað. Kjörfjarlægð er 200-falt þvermál sólarinnar. Og þarna er annað. Sjáu þið og þarna. Ættum við að skjóta þau? Þau eru ekki að elta okkur, en við skulum reyna að forða okkur. Undarlegt. Stórfurðulegt. Við verðum að hafa samband við Omegu. Nei, Pési, ég held þeir vita ekki okkur hér. Þeir vita ekki annað en að við séum bara einhver málmköggull á sveimi geiminn.
Ef við notum talstöðuna finna þeir okkur og skjóta okkur í tætlur. Reynum að komast að einhverju meira. Já, þetta er rétt hjá þér. Tilbúnir að framkvæma þriðja hluta æfingarinnar. Tilbúnir, Amirál. Skjótið! Æfing heppnaðist fullkomlega. Núið aftur til stöðvana. Stórmerkilegt. Furðulegt. Ég verð að viðurkenna að þetta kom mér næstum því á óvart. Varið ykkur, þið snúa við. Stórmerkilegt. Hver armur á þessu skrimsli hlýtur að vera mörg 100.000 tonn. Furðulegt. Já, þess vegna er það sett saman út í geimnum þar sem þyngdin skiptir minna máli. Aldrei í sögunni hefur verið til svona öflugt tæki. Við eltum þá, en nú verðum við að láta ómegumenn vita. Já, höfðismar, ég reyna að ná sambandi núna. Þetta er stjórnstöð Omegu. Þetta er stjórnstöð Omegu, sendu boðinn, gerðu svo vel býfluga. Þetta eru áreiðandi boð til Péturs Ofusta. Lofi mér að tala við hann. Stjórnglefi, stjórnglefi. Geimfarið býfluga frá Omegu er á sveimi nærri plánetinu Apis. Biðum fyrirmæli miklu tölvuforingi. Sendu þessar upplýsingar til Kassíópeiu. Gefum hershöfðingjanum færi á að finna til valdsins. Ég sendi boðinn. Það leggur til, hershöfðingi. Þessi leiðinda býfluga einu sinni enn. Þessi krakkar frá Omegu. Ég trúi þessu bara ekki. Þau eru alltaf að flækjast fyrir mér hvað sem ég geri. Alveg rétt. Þessi spá, hún er sjáandi. Við náum henni, við skulum ná henni. Taka hana til fanga og láta hana segja okkur leyndamál sín. Hvernig hún fer að þessu. Já, ef við ráðum yfir andlegri orku hennar verðum ósigrandi. En síðast ef við fengumst við hana komumst við ekki að neinu en hún heilmiklum okkur. Til ég að sleppa klaufaborðarnir ykkar. Í þetta skipti má það ekki koma fyrir. Varið ykkur á því að mér er sama hvað þið gerir við hann. Losið ykkur bara við hann. En þessi spá, látið hann ekki sleppa. Hún býr yfir miklum andlegum krafti. Og hún býr yfir ýmsu fleira, foringi. Í hún síðan, foringi. Þetta er könnunarflög frá plánetinu Jömu. Þið eruð í geimlögsögu okkar. Fylgið okkur til lendingar og gerið grein fyrir ykkur. Pési, ég er vissum að þetta eru þeir sömu og við hittum þegar við vorum á Saturnusi. Vélmennirnir, við getum ekki barist, þeir eru á margir. En við megum ekki gera eins og þeir segja, við verðum að plata það. Ef við komumst að þessu geimfara áður en þeir skjóta okkur, getum við skýlt okkur bak við það. Reynum það. Við erum búin að finna upp nýja íþrótt. Þetta er alveg eins og að vera skotskífa á æfingavelli. Fylgið fyrirmælum mínum eða við skjótum. Ættum við að svara skotriðinni? Ég held þeir ætla ekki að skjóta okkur niður. Þeir eru bara að sýna vald sitt, annars værum við orðin að geimríki nú þegar. Við skulum gá hvort þetta er rétt hjá þér. Ef ekki, þá skulum við bara kveðjast núna.
Varlega, þið sitja í gang. Leiðsögukerfi, talstöð, áttaviti, jafnvægisstýri, allt skemmt. Við verðum að stökkva út, það er okkar eina von. Ert þú vel ólaður niðurgróði? Mér þykir leitt að við höfum ekki nógu marga lendingabúninga, bara 2 en ekki 3. Ég veit, en ég þoli miklu þyngri högg en þið haldið. Farið nú, eyðið ekki tímanum í ónytjumas. Við hittum síðar, vona ég. Þarna. Æ. Silvía, hreyfðu þig ekki! Upplýsingar okkar eru nákvæmar. Hann lenti hérna nálægt. Sjáðu, eðlumenn, þeir eru hér allt. Ef sá sem við erum að leita að hefur lent í klónum af þeim, þurfum við ekki að hafa frekari áhyggjur á honum. Þeir virðast vera farnir, en við verðum að vera vel á verði, þeir koma aftur. Hann er ringlaður enn. Hvar er ég? Og við verðum að berjast við eðlumennin út á honum þessum. Og svo þurfum við að fela hann fyrir kastarabúum, hvílík örlög. Við erum menn, okkur er ekki samum hann. Á það, Silvía. Sjáðu þó hann. Sjáðu hann. Gott. Ef hún fær dálitla hjúgrun og læknishjálp, þolir hún ferðina frá Apis til Jömu. En félagi hennar, höfuðsmaðurinn. Við urðum ekki varir við hann, við höldum áfram leitinni, ég hef hvatt út fleiri menn. Það er ekki nógu gott. Við verðum að finna hann og gera hann óskaðlegan. Annars er öll áætlunin í hættu. Gerið allt sem hægt er til að finna hann eða líkamsleifar hans. Látið hafa algjöran forgang. Skipanir mótteknar, við framkvæmum þær mikli tölvuforingi. Ertu vöknuð? Þú ollir okkur miklum áhyggjum, en nú léttir okkur.
Við bjóðum þig velkomna til plánetu okkar Apis. Þetta er nóg. Nú höldum við tilbaka. Hví ættum að halda tilbaka? Það er ágætt að vera hér. Við skulum litast um. Nei, Pési, það getum við ekki. Hér eru stórhættuleg dýr og gleymdu því ekki að kastalabúr eru að leita þér og þeir eru enn verri en dýrin. En af hverju ert þú þá hér, Silvía? Þetta verði slíkt skemmtilegu staður. Það er einmitt það. Engum dytti í hug að leita að okkur hér. Við erum útlagar, uppreisnarmenn. Við erum bara lítill hópur. Gylfi bróðir minn er foringinn. Hann er svo eini sem ég á að í öllum heiminum og ég verð að... Varaðu þig! Æ, Pési, æ! Ertu ómeiddur? Fljót, höldum til hellisins. Þetta er rétt hjá honum. Flýttu þig, Pési. Þetta verður bara örstuttferð, vittu til. Hvert þetta að fara með mig? Til Jömu, nágranna plánetunnar, stóru systur okkar. Þar eru stjórnstöðvar alls sólkerfisins. Og lífsskilyrði eru betri þar. Það verður annast vel um þig, við höfum fullkomna læknaþjónustu þar. Við erum bara útverðir hér, njósnarar, bara örfá. Aðalbaráttan er á Jömu, nágranna plánetunni. Þar er kastalinn, höfuðstöðvar óvinnanna. Hér er lífið of erfitt. Þeir meira að segja Kassíópeiumenn sem komu hingað og átt að vera hér, þoldi ekki við og fóru. Annar kynstofn kom í staðinn. Þeir eru ónæmir fyrir loftslaginu og óhræddir við villidýrin. Þola allt sem gerir líf manna erfitt. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru vélmenni, ekkert annað. Þeir eru að búa til hræðileg eyðingarvopn og gera tilraunir með þau. En þeir eru nú búin að sjá það. Þeir fóru með ungu stúlkuna til Jömu. Hún, vinkona þín, fór frá plánetunni í morgun með geimfari. Orustu flaug úr geimflota stjórnarinnar flutt hana til Jömu. Hvar fæ ég geimfar svo ég komist þangað? Ertu að biðja um geimfar? Þið eru að dreyma, kall minn. Geimfar hér á Apis. En það er mjög áríðandi. Mér virðist við berjast fyrir sama málstað og þú verður að hjálpa mér. Það er betra fyrir þig að bíða hér. Tvennt er þó gott í þessu máli. Í fyrsta lagi halda þér og sért dauður og kastalabúi að leita þá ekki að þér. Í öðru lagi gefst þér færi á að jafna þig. Nei, við megum engan tíma að missa. Við höfum engin geimför og ég veit ekki hvar þú gætir fengið geimfar nema þá að Magnús geti bjargað þér. En það er ekkert víst að hann fallist á það. Hann er smyglari og hálfgerður glæpamaður held ég og auk þess er hann 1000 kílómetra héðan. Viltu fylgja mér til hans? 1000 kílómetra yfir þetta hrjóstruga land, þar sem eiga heima óhugnanlegu grimm villidýr og hersveitir óvinnar eins og mý á mykjuskjána leita þér. Nei takk, ég held ég láti það vera. Stjórn Ómegu mun launa þér. Hlustaðu á mig, höfðusmaður. Við höfum engan áhuga á launum. Engin laun fá mig til að ana út í opinn dauðan. Jæja, segðu mér þá í hvaða átt ég á að halda. Ég fer þá einn. Þú værir geggjaður ef þú færir einn. Þú þekkir þessa plánetu ekki neitt og þú þekkir mig ekki neitt. Ég hef oft lent í verri klípu þetta og ævinlega bjarga mér. Ég skal fara með honum. Ef ég á að deyja vil ég frekar falla í bardaga. Ég skal fara. Og ég fer líka með þér, Pési. Gætið vopnanna vel. Þetta eru dýrmætustu eignir okkar. Þú virðist áhyggjufullur, Gylfi. Þú varst varaður við. Hér er ýmislegt ógnvænlegt á kreiki. Hvert skref getur verið stórhættulegt. Vertu var þig ef þú vilt halda lífi. Hvílíkt lofslag, hvílíkur staður. Hvernig dýr getum átt von á að rekast á? Þú kemst að því. En eitt get ég sagt þér. Þau eru öll hættuleg. Fyrst þurfum við að fást við kylfumennina. Ef við verðum heppin fáum við reiðdýr hjá þeim. Ef við fáum þau ekki er ólíklegt að við komumst þetta lifandi. Ef þetta er jafn hættulegt og þú segir, hvers vegna félstu þá að koma með mér? Það var ekki þín vegna, það skaltu vita. Það var vegna systur minnar, hún er svo eina sem ég á að.
Þessir kylfumenn eru þó að minnsta kosti vinsamlegir, það ekki? Ég hélt ég væri búinn að segja þér á þessari plánetum að hvergi búast við vinsemd. Kylfumenn eru ekki eins illskettir og aðrir, það er allt og sumt. Farið ykkur. Það er hljótt. Hljóðnemar þeir eru næmir. Við verðum að bíða hér fram í myrkur. Í björtu hljóta þeir að sjá okkur. Það er rétt við borðum eitthvað. Þarna er þorp kylfumanna. Varið ykkur! Hlaupið! Forðum okkur héðan! Stans! Við erum vinir, ekki skjóta okkur. Fylgdu okkur til höfðingja þíns. Við verðum að láta það fá vopn. Hvað gerum við? Ég er enn með byssuna mína. Það ætti að nægja mér. Gott, en fylgstu vel með þeim þegar ég er búinn að láta það fá vopnið mitt. Við hefðum átt að bíða dögunar. Það er betra að við förum áður en þau gera sér grein fyrir að 3 vopn eru betur en 1 og að það væri ekki mjög erfitt að ná þeim öllum 3. Gylfi, við förum að býflugunni. Hún hlýtur að hafa komið niður einhvers staðar á þessum slóðum. Nei, það tæki allt of langan tíma og er óþörf áhætta. En við förum þangað samt, ég krefst þess. Komið þið. Loksins kemurðu. Ég var orðinn hræddur að enginn kæmi. Það er að segja enginn siðmenntaður maður. Ég er búinn að fá nóg af þessum leiðinda vélmennum þeirra. Gróði! Hvernig líður þér heilla kallinn? Þessi járnarhrúga léttir okkur nú ekki ferðina. Þessi járnarhrúga hefur dríkt ýmsar hetjudáðir og meira að segja bjarga lífi mínu oftar en einu sinni. Álitið á honum breytist fljótlega vittu til.